Guðlaugur, já, þessi leikur hefur vantilega ekki þróast eins og þú svona reiknaði með eða ætlaðir? Já, vonaðist til allavega. Hann þróast ekki þátt sem við vildum. Við vorum að gera mikið sóknarfeilum og klúra dauðafærum og annað sem við ætlum okkur ekki. Þetta gekk nú ágætlega svona framan að fyrstu 20 mínúturnar? Já, þetta gekk framan að bara fínt og fyrir hálfleikurinn er í sjálfu sér ekkert slæmir á okkur. Við erum 2 mörkum undir í hálfleik og svo bara komum við ekki nógu vel inn í seinni hálfleikinn og þeir keyra bara yfir okkur með hraðaplöfum og seinni bylgju. Já, ég taldi held ég einhverja 9 sóknir sem sko náðu alla skota mark þarna í lok fyrri hálfleiks. Já, það er bara minna þeir svona fylgja sínu góða varnarkafla svolítið í lok fyrri hálfleiks og fram í seinni hálfleikinn og við erum bara í vandræðum þar, við lendum í vandræðum og erum að taka svona þau skot en þeir leiða okkur í erfið skot. Já. Þannig að þeir vilja við tökum. Þeir voru klókir í sínum varnarleik. Já, þeir spiluðu góða vörn í dag. Já. Hvað með framhaldi á ykkur? Við náttúrulega skoðum þennan leik væntanlega mjög vel. Já, við þurfum að greina alla leiki sem við spilum og fara yfir það sem við erum að laga. Við erum í ákveðin uppbyggingu sem er það eru ungir strákar sem eru svolítið að þreyta sína frumraun hérna líka og menn þeir þurfa bara að vera fljótir að læra sínum mistökum. Fáum aðeins lengri tíma núna milli leikja sem er ágætt. Já, nú er landsleikja hlé en svona burtséð frá þessu leik, ertu ekki svona þokkalega sáttur við byrjun á mótinu hjá okkur? Jú, ég sjálfur séð, þú veist, ef við horfum á stigalega séð og annað og vera búin að vinna 3 og tapa 3 þá er það í sjálfur sér bara fín staða en þetta er svona, maður horfir svolítið, maður er alltaf í gagnrýni á sjálfum séð og liðið þegar við töpum og við töpum í dag svona, það er eitt að tapa, ég leiði við gríðarlega sterkt og það er eitt að tapa þeirra og mér fannst ég bara að við gera þeim of auðvelt fyrir í dag. Já, einmitt, það eru ljóm.